Sæl og blessuð, Radio 97 í Akurskóla og við erum mætt með Sigurberg Elísson, leikmaður Keflavíkur í Pepsi-deildinni. Hvað segirðu? Ég bara nokkuð góður. Við ætlum að spyrja nokkra spurninga. Hvernig þér á? Bara mjög vel. Cool. Hvernig nemandi varstu í grunnskóla? Hvernig nemandi? Óvirkur, eða? Já, ég frekar óvirkur sko. Gekk ekki nógu vel að læra. Varstu pirrandi? Já, ég var frekar pirrandi. Vorum nokkri strákar sem voru frekar leiðilegir sko. Ok, hvernig er FS? Það er hrikalega góð skóli. Hrikalega flott. Mæli með honum. Það var skemmtilegur? Já, hann er það. Þegar þú varst að velja framhaldsskóla, var einhver annar möguleiki? Nei, engarnir mínar voru kannski ekki það góðar, þannig að FS var svona eini kosturinn. Já. Hvernig, þú varst í Hnísunni skólahátt FS. Já. Getur sagt mér aðeins frá því? Þetta er bara skólaþáttur sem við nokkri strákar tókum upp aftur. Hann var sem sagt búinn að vera í einhverju pásu hana. Og já, þetta er bara sketsaþáttur og einhver söguþráður og svona grín sko. Og það er verið að taka upp á böllum og þemadöfum og svona. Þannig að það er bara ekki nema gaman. Nákvæmlega. Þú ert náttúrulega í Keflavík. Hvað stöðu spilar áttur? Ég spila hægri kant. En get spila á miðjunni líka. Já. Hver er svona flipparinn í liðinu? Flipparinn, það er svona Viktor Smári var flipparinn áður en hann fór yfir til Hauka fyrir þetta tímabil. Ómar Martmaður er hrikalega ruglaður. Og svo náttúrulega Gummi Steinars, það var ekki mikið í hausnum á honum inn í klefa. Haldið grillaður. En hver er erfiðasti andstæðingur sem þú hefur spilað á móti? Þessi er erfið. Þeir eru nokkri sko. Ég held að það sé samt Sverrir Ingi, Breiðablik. Hann er rosalega góður. Hann sé svona erfiðasti. Hver er sætasti sigurinn á ferlinum? Þeir hafa verið margir. En ég held að það sé samt þegar annar flokkur unnum Breiðablik í fyrra og komist í úrslit bikarsins sem við endum á það síðan að vinna. Ég held að undanúrslileikur hann hafi verið sætari heldur en að vinna úrslitleikinn sjálfan. Sem er svolítið spes. Skoraðirðu? Já. Gamlu! Ertu Arnór Ingvi fór nú út á, fórstu ekki með honum? Jú, fórum til Noregs. Já, og hann fór í FIFA 13, en ertu öfundsjúkur? Já, ég tala ekki við hann í dag sko. Nei, það er bara hrikalega gaman að sjá svona unga synir sem búið að koma í FIFA og sérstaklega bara í tölvuleikjum og þannig að maður spilaði oft með hann í FIFA-liðinu sínu, þannig að bara að kaupa niður Real Madrid eða í mannsumot. Alveg saman, bara og reyna að láta hann skora sem mest sko. Láta hann líta vel? Já, akkurat. Vel út. Er einhver frasi sem þú og þínir félagar svona nota mikið? Blessaður. Hann er frekar mikið notaður hjá okkur strákunum. Blessaður. Hei Siggi, blessaður maður. Já, áttu eitthvað ráð fyrir unga knattspyrnumenn? Það er bara að fylgja sínu, það er að stunda íþróttir og að vera duglegir í skóla og ekki nota tóbak. Það er náttúrulega bara, það er regla nr. 1 og að fylgja rétt af félagsskapnum. Það er mikilvægt. Mikilvægt og ekki fara of seint að sofa, það er hrikalega mikilvægt, þannig að ég þarf aðeins að fara bæta með því. Áttu einhverja fyrirmynd í íþróttum? Það er Michael Jordan, bara nr. 1. Já. Þú ert svolítið áhugamaður körfubolta. Hvað er uppáhaldsliðið þitt? Lakers, því miður. Já, reyndar. Ég er reyndar líka Lakers-maður en þetta kemur. Við komumst til play-offs og vinnum þetta. Óvænt. ætlum að fara yfir í pínu yfirheyrslu og svo aftur í aðra spurningar. Pálmi kemur með það. Yes. Ekki hraða spurningar samt. Hvað er uppáhalds bíómyndi? Shawshank Redemption kemur svona fyrst upp í hugan. Annars er ég mikið Lord of the Rings fan. En sjónvarpsþáttur? Þeir eru nokkrir. Það eru Modern Family,
Family Guy. Svo Game of Thrones líka. Hefur hort á Walking Dead? Já, ég ætlaði einmitt að vera að segja það á Þeir eru næst, sko. mjög Þeir góðir. eru hrikalega góðir. Ertu búinn að sjá Blue Mountain State? Já, Já, það er svona þínu þætti kannski. já. En tónlistarmaður eða hljómsveit? Tónlistarmaður svona í dag, þá myndi ég helst segja að Frank Ocean kemur mjög sterkur inn. Hann er mjög góður. Já. Svo er hljómsveit, ég frekar spes eða kemur á tónlist, sko. Ég er svona Blink-182 strákur, sko. Þannig að þið kannski þekki ekki hljómsveit sem ég er að hlusta á í dag. Já. Eitthvað svona Pink Floyd eða? Nei, ég er ekki þannig, sko. Nei. Ég er ekki... En uppbólsmatur? Það er lasagna frá mömmu. Það er ríkalega gott. En drykkur? Ekki klassískt að segja vatnið bara. En annars er ég ríkalega mikið fyrir appelsín. Hvar kaupirðu nammið? Eða bland í póka? Ekki á nammibarnum. Sammálaðið þar. Ég svona sá nammi bara og sá að það væri svona fullt á kössum og ég held að þetta væri ekkert að þessu sama tegundin. Svo kem ég inn og það var bara svona básara og þetta er allt sama nammi. Þetta er allt sama nammið, sko. Já, það er svona 6-7 kassar á sama namminu. Ungo og best. Já. Mælum ungo, sko. Já. En hvað eru uppáhaldsnammið þitt? Það er svona kolkrabbar, svona svartir kolkrabbar og svo er svona bleikt og gult svona fyrir aftan svona hlaup, veit ekki hvað það er. Já, ég veit hvað þetta tala um, Það er líka til svona súrt nammi. Þetta er svona næstu í lakkrís, eða svona svolítið. Já, nákvæmlega. Hvað tekur í bekk? Hvað tek ég í bekk? Ég er bara ekki kláraði. Ég held ég sé í kringum 85. Hvað lið heldur með í ensku? Ég þori varla að segja það, en ég er algjör púlari, Liverpool. Það er mínu menn. Þannig að bæði liðin í ensku og NBA er að skýta á sig. Þeir eru að drulla upp á bak. Ég hef ekki mikið trú á Liverpool en Lakers fara alla leið. Þannig að þetta er búið að vera mjög erfitt tímabil íþróttalega séð hjá mér, allan að erlendis. Já, en ertu að lesa einhverja bók? Herru, já. Já. Ég er að lesa Kuldin eftir hana Issu. Issu Sigurðar. Já. Manstu eftir einhverja bók sem var svona uppáhalds þegar þú varst grunnskólanemandi? Ég var mikið fyrir að lesa Bert bækunar. Já. Svo þegar ég var svona á mínum yngst ára, þá var ég mikið fyrir Einar Áskil. Já, ég las Bert. Bert var skemmtlugur. Já, ég man eftir. Bólugræðin úrlingur svona. En ég hætti að lesa hann út af því að það var alltaf það sama að gerast í þessum bókum. Hann náði aldrei að hann var alltaf skotinn í stelpu og það gekk aldrei á honum og eitthvað svona, sko. Færðu inn á einhverja vefsíður? Herru, já, ég nota uppáhaldsvefsíður. Uppáhaldsvefsíðunar. Það eru Facebook, nota hana mjög mikið. Svo fótbolti.net, MBL og Vísir. Það er svona helstu. Sefurðu nakinn? Það kemur fyrir á. Það kemur fyrir. Ertu með mörg pók á Facebook? Ég veit ekki hvað eru mörg, þau eru all nokkur, sko. Ég veit ekki töluna, ég er ekki mikið að póka, sko. Knattspyrnumenn fá mikið af pókum. Eða það? Ég held það. Nei, ég veit ekki. Hefurðu notað pick-up línu? Nei, ég er ekki mikið fyrir það. En þú hefur aldrei gert það, ekki einu sinni í Já, djóki? kannski svona í gríni, sko. Já. En ekki neitt svona alvarlega. Ok. Þá kemur það bara virkilega illa út fyrir mig. Hvenær prumpaður í síðast? Herru, það var nú bara rétt aðan meðan ég var í viðtalinu. Já, ok, bara núna fyrir nokkrum mínútum. Sound of Silence, sko. Silent but deadly. Já, nákvæmlega. Hver er frægastur í símaskránni? Frægastur í símaskránni? Ég held að það sé Gummi Steinars bara. Varstu svalur í grunnskóla? Nei. Varstu ekki svalur? Nei, ég kannski hélt á þeim tíma. En svo þegar ég lít svona tilbaka og það er samt allir þannig. Já, en minnst úlingar í dag svolítið svona 9. og 10. bekk, svona frekar svalir með derhúfur og eitthvað svona, sko, snapback. Snapback? Ég var ekki þannig, sko. Nei. En ég held samt að ég væri töff á þegar ég var ekkert aldrei, sko. Hver er uppáhaldsgrínistiðinn? Uppáhaldsgrínistiðinn minn, það er íslenski er það Jón Gunnar, bara það er klart mál. En svona yfir höfuð þá er það Carl Pilkington, Bretinn. Ég veit ekki hver það er. Veit ekki hver það er, en ok. Hann er mjög fyndinn. Mælum á YouTube-an. Já, aftur í lið, hver er lengstu sturtu?
Hver er lengst í sturtu? Hver er lengstur í sturtu? Lengstur í sturtu. Þeir eru tveir, það eru bræðurnir Daniel Gylfason og Arnór Ingvi. Þeir sitja alltaf í klefanum bara klukkutíma eftir æfingu. En hver er lengstur í sturtu? Lengstur í sturtu? Já, þú meina Hanni? Bæði bara. Það er Ásgrímur Rúnarsson. Já, ok. Hvaða stöðu spilar hann? Hann er varnarmaður, hafsend. Heyrðu, hefur Daniel fengið rautt spjald í leik? Daniel Gylfason? Já. Já, í meistaraflokk þá eða? Bara alltaf. Já, það eru nokkur. Já, hann sagði við mig í bæjarvinnunni að hann hefði bara fengið gulspjald, aldrei rautt. Já, hann var að ljúga þér. Já, þetta hefur. Hann er klikkaður. Já. Er einhver tónlist sem þú skammast þín fyrir að fylga? Svona guilty pleasure? Já, ég gerði það þegar að Justin Bieber gáði svona fyrstu plötu. Þá svona skápa fílaði ég hana sko. Ég var ekki að segja neinum frá því. En svo þegar hann gáði myndina hana þá var hann töff. Já, nákvæmlega. Ég man eftir því þegar hann fyrsta lagi hans One Time kom. Þá hlustaði ég á það. Ég fannst það ekkert lélegt. Nei. Mér fannst það fín en svo fóru bara allir að kalla hann, þú veist, gay og það var orðið cool. Þannig að maður fór bara og hermd eftir því. En já, svo var hann bara alltaf aftur cool. Ég man þegar ég heyrði fyrsta lagið hans þá held ég að vera stelpa sem var að syngja. Það er enda rétt. En svo er búið að lagast á hann röddum og svona. Nýja platan hans, já þú veist, nýju lögin sem eru fín. Já. Mér finnst það. Ég sammála því. En í staðinn fyrir að spyrja þig svona hvað þú gerir fyrir leiki, hvað gerur eftir leiki? Það fer eiginlega eftir í hvort við vinnum eða töpum sko. Eða gerir jafntefli. Það er oftast eftir sigurleiki að þá er maður svona miklu hamingjusamari eftir tapleiki þannig að þá kannski fer maður og hitti strákana eða eitthvað svona. Gera eitthvað skemmtilegt. En eftir tapleiki þá vill maður helst bara vera heima hjá sér og reyna að horfa okkur á mynd eða eitthvað. Hann jafntefli. Það er svona, já, áferði voru mikið eftir í hvort við höfum jafnað á síðustu mínútinni eða eitthvað þannig. Hvort við höfum skilað að vinna. Þannig að það er misjafnt. Hver er heitasta stelpan á Suðurnesjum? Hvað er með það? Úff, þessi er erfið. Það eru nefnilega nokkra sko. En ég held að hún er Sigurbjörg Auðunsdóttir, 91 model. Hún er mjög sætt. Sigurbjörg, þú ert að hlusta. Allana, ok. Uppáhalds líkamspartur á sjálfum þér? Ég held að sé bara nefið. Ég var alveg sáttur við nefið mitt. En hvað er happatalaðinn og af hverju? Það eru tvær. Það er 9 út af Robby Fowler sem var hjá Liverpool og er legend þar. Svo er það 23 sem ég er í núna hjá Keflavík. Það er út af Michael Jordan á hann með 23. En hver er uppáhalds svona NBA leikmaður í dag? Í dag? Ég náttúrulega er Kobe Bryant maður. En það var alveg eins og ég bara. Já. Mér líst vel á. Þú ert svona eins og ég þegar ég var í grunnskóla nema þú ert meira töff. Já, það gæði verið það. Mér svona datt að þú varst ekki búin að lýsa þig sjálfum sem töff. Nei, þakka þér bara kærlega fyrir að koma í spjall. Ekki máli, takk. Mínur ánægð. Og þá var það næsta lag sem er Big Sean með nýtt lag sem heitir Guap. The One með Kanye West og sínu félögum 2 Chainz, Big Sean, Marsha Ambrosius held ég segja. Nei, ég veit ekki hvort ég segja þetta rétt. En þetta er ógeðslega gott lag af plötunni Cruel Summer sem kom núna, ég held bara í lok sumars, í ágúst eða eitthvað. Það er geðvitt sko, þetta er geðvitt. Geggjuplata. En við vorum að surfa í gegnum netið og við sáum þemalið í fótbolta FC Fallegir. Og þar eru meðal annars Iker Casillas, David Beckham, Ronaldo, Fabregas, Follan og Ramos. Hvað finnst þér? Mér finnst náttúrulega allan tíman ætti að vera hann Rooney sko, hann er náttúrulega fallegasti leikmaður í deildinni. Ekki spurning. Og í heimi líka. Og já, og svo finnst mér líka hann ætti að vera hann Chris Smalling. Hann er líka sexy.
Já, nú ertu bara að tala vittleysu, kallinn minn. Já, ég er aðeins að djóka. Rúni er bara einn ljótasti fótboltaleikmaður sem ég hef séð. Já, alltaf tíma. En ég vona að skori í kvöld. Já, hvað segir, Manchester Real Madrid? Já, við tölum meira um það á eftir. Annar þáttur á eftir, en herðu, við gerðum lag. Við gerðum rapplag. Já, það var fílitt, sko. Við höfum ekkert að gera og bara... Já, þú varst að... Nei, við vorum hérna... Já, við höfum ekkert að gera. Hugsum að vera sniðugt að gera rapplag. Já. Og fundum bara eitthvað beat á netinu og gerðum texta. Ég ætla að taka það fram. Þetta er djók. Já, við erum ekki alveg rappar. Nei, við erum ekki að reyna að vera góðir að flottir rappara. Þetta er ekki MC Palli Valli og þetta er heldur ekki Palli MC, sko. Nei, þetta er bara, þetta er djók. Já, þetta er mjög mikið flip og það er mjög fyndinn textinn í þessu. Já, það hafa kannski sumir húmor fyrir honum en sumir ekki. En ég held við ættum bara að vinda okkur í lagið. Það heitir Vinnumanna verkamaður. Og það er plús fyrir þá sem heita Garðar í þessu lagi. Nákvæmlega, það er satt. Ef þú heitir Garðar þá áttu eftir að fíla þetta lag. Þá áttu eftir að fíla þetta lag. Og textan klálega, sko. Og þú ert örugglega þú þarft að taka þetta upp út af þetta áttu að fallegasta lag í heimi. Nei, please, ekki taka þetta upp. Já, við munum sýna þetta einu sinni og einu sinni. Þetta er fyrsta skipti sem við spilum þetta þetta lag er public og örugglega í seinasta skipti. Já, nema að við gerum myndband þá kannski fyrir þetta á YouTube. Kannski. Herru, vindum okkur í Vinnumanna verkamaður. Já, mann. Kippa, komd að sippa, nei að flippa út í sjoppu, fyrir að tippa, nei rúli grippa hitti hippa, að vippa Kippa Áskemur í öllum litum en staðrindin sól Ég þurfti aldrei 50 cents, bara lækka ljósun og gefa mér alla seins og play því gafandar skeitir ekki gert og ekkert á leiðinni Mætti halda og værir ekkert nema hundur mig heitur stíðaðins lengur eftir því smá þá væri með tróð fullt í hellinni Vinnumanna verkamaður, angraður, ataður, ausmaður, beislaður og blóðgaður Vinnumanna verkamaður, bilaður, bannaður, brákaður, bæklaður og kjartmaður Ég lifandi, alltaf dundrandi, ekki fara baka, þú verður liður blaka Ég ekki byrjandi, stelpur gera mig graðari, þú ert ekki svalari Tippið á Garðari, hættu þessu kjaftaði og hoppaðu inn Þú heitir ekki Baldvin 10-11, alltaf opið en það enginn hér Og anskotinn, ég sem ætlaði að rúka mér Fyrir á stað sem enginn sér, byrja fullu, allt í drullu Stelpur og peningar, samtal betur á ensku Kann ekki fordensku, með meiri fagum mennsku Vinnumanna verkamaður, angraður, ataður, ausmaður, beislaður og blóðgaður Vinnumanna verkamaður, bilaður, bannaður, brákaður, bæklaður og kjartmaður Við stundum rappi, þetta ekki illmennska Aðeins skónmenni kollum þetta brúnmennska Margir halda þessi rúmennska Ekkert annað en gamla góða íslenska Gekk mér naglalak, nautahakk, allt þetta pakk Ulla bjakk, það til það sprakk Vildi í smakk, hann ég stakk Vildi bara segja takk Þetta er lagið Þetta var Vinnumanna verkamaður Já, Vinnumanna verkamaður Við völdum lengst orð sem við okkur datt í hug En þú getur náttúrulega sagt Vinnumanna verkamanna, bíflugna, lyklakipa Já, uppálega átti lagið að heita Bíflugu lyklakipa En við settum það bara frekar fyrsta orði í laginu Já, eða fyrsta erindið Já, það við fyndum ekkert svona viðlag sem geti passað við Bíflugu lyklakipa En það er samt mjög random orð Já Ég var eiginlega bara að hugsa krossgátu þegar ég fattaði þetta Eða krossgátu, hengimann Já Mjög erfitt orðið hengimann Akkurat Og talandi hengimann, erfiðast orðið hengimann Það er þyrla Það er bæði þótt og þessunni Já Það er mjög gott Og líka, ef þú ætlar að gera tekjasta orð Þá getur þú skrifa eð Nei, að meina ég
að var eð. Já, en það er mjög leiðilegt að vera hengimann og skrifa að. Þá, þú veist. Allir gíska fyrst A, þannig, þú veist. Nei, ekkert endilega. Mjög margir sem gíska fyrst stafinn sinn. Já, eða S. Já, það er svolítið vinsælt í... Ég segi alltaf E eða A í byrjun. E eða A, já. Já, svona sérhljóðar. En ég nenni samt ekki að eiginlega tala um hengimann. Ég var að sjá frétta sem Hulk framherinn frá Brasilíu sem gekk í ræði Zenit og hann segir ég fór til Zenit vegna peninga. Já, hann er svaka góður í FIFA, ég veit ekkert í alvörunni. Já, svona er þetta dálítið. Menn í fótbolta er ekki að spila fyrir klúbbinn, það er ekki fyrir, já, frekar fyrir peningana, það er meira, þannig til dæmis eins og Gylfi. Já. Fleiri peningar og svona í Tottenham held ég, hann fær kannski ekki eins mikið að spila. Já, þetta er líka miklu stærra lið heldur en Liverpool. Ekki alveg samt. En High five. En þú veist, jú, Tottenham er samt snillingar, þeir eru bestir. En ég held að við ættum að fara að vinda okkur í A$AP Rocky, 2 Chainz, Kendrick Lamar og Drake. Þetta er nýtt lag. Nei, ok, ekki nýtt, þessi single kom út í október held ég, en þetta er á nýju plötur hans A$AP Rocky sem kom núna út í janúar sem heitir Live Love A$AP eða Long Live A$AP. Þetta er allan að freaking problems, við segjum það út af kannski ekki mikið blót í útvarpi, en þetta er drullugott lag. Já, velkomin tilbaka, herru. Við Ég vil leiðrétta að þetta var platan Long Live A$AP, en ok, byrja það. Já, herru. Frank Ocean. Já, en býta aðeins. Herru, við ætlum að tala aðeins um Frank Ocean og síðan ætlum við að opna fyrir línuna eftir nokkuð lög. Og þá megi bara hringja og skila kveðjum eða þið viljið. Já, við óskal, nei. Já, kannski óskalega ef við eigum það. Þið hringja bara inn. En já, við ætlum að tala um Frank Ocean. Já. Hann er mjög mikið, það er mjög margir að hlusta á hann núna í dag. Já. Og hann er freka vinsæll. Og eins og flestir vita og gaf hann Channel Orange plötuna. Núna já, á senast árið 2012 og vinsælasta. Ég er búinn að taka eftir að á FM og kananum er verið að spila Lost, lagið með honum á Channel Orange. Ógeðslega mikið, mjög mikið, og það er bara þetta lag og bara, þú veist, það er bara að tala um Channel Orange sem er nýja platan hans. Já. En þessi drengur, hann fæddi hann er frá New Orleans, Louisiana í Bandaríkjunum og er meðlimur í Odd Future Wolfgang Kill Them All genginu eða svona, þið veitir hvað það er sem er og hann gaf út mixtape sem heitir Nostalgia Ultra sem var gefið út á honum sjálfum árið 2011. Það hefur ekki fengið mikið. Hún var mjög góð en hún mjög góð, en það er ekki margir sem vita hvað það er og það er bara verið að spila Lost. Já, hann er með miklu fleiri lög heldur en Lost. Já, miklu fleiri góð lög og hann hefur komið fram á Coachella, Lollapalooza og alls konar. Hann er mjög, já, bara mjög vinsæll í dag. Ef þið er ekki búin að hlusta á hann þá mælum við að hlusta á hann. Hann er bara klárlega. Hann er snillingur og bara ekki eitt lag úr plötunni eins og hjá mörgum. Það er bara, þú veist, það er kannski eitt lag sem er lélegt. Það eru, já, en bara ekkert lélegt, þetta er bara mestari. Já. Hann var til dæmis nominated fyrir Nostalgia Ultra árið 2011 og BET Hip Hop Award sem besta mixtapeið og og rookie, eða svona nýliði, eða nýmeðlimur, hvað ég að segja, bara nýliði ásins og vann það í GQ hátíðinni. En við erum að fara að spila lag sem er af Nostalgia Ultra mixtapeinu sem kom árið 2011. Þetta er ógeðslega gott lag sem heitir Swim Good og ég mæli með því að ef þið hafið ekki heyrt þetta lag, hlusta á núna og hlusta á miklu oftar því að þetta hef ég ekki heyrt í útvarpsstöðum á Íslandi. Swim Good. Það verður betra og betra eftir hversu oft þú hlustar á. Nákvæmlega. Swim Good með Frank Ocean.
Halló, komið sæl aftur. Páll kom með góða fréttir handa okkur. Ég vil byrja að þetta lag heitir Started From The Bottom og Drake er með þetta lag. Þetta er remixið með Wiz Khalifa. Mjög gott lag, er glænýtt, kom út fyrir bara viku, en það er að koma símtal. Halló? Halló. Halló. Hæ. Þú ætti að lækka í útvarpinu þínu? Eða tölvunni þínu? Ég heyr ekki því. Halló? Hæ. Halló. Hæ. Halló? Halló. Halló. Hvað heitir þú? Tinna. Góðan daginn, Tinna. Góðan daginn. Er þetta... Já, hvað segir þú gott, Tinna? Allt fínt. Ha? Allt fínt? Og, já, hvað vilt þú? Viltu fá óskalag eða? Á hverju varst það hringin? Já, ég vil óskalag. Og hvaða lag er það? Upsi. En get ég fengið hvað heitir lagið? Last með Frank Ocean. Við vorum að spila Frank Ocean. Þið voru að spila hann þessu. Hvað lag? Þyrun! Komið með eitthvað skemmtilegt. Ha? Komið með eitthvað skemmtilegt lag bara. Ef þú ert í Myllubakkaskóla þá máttu ekki svara. Ha? Þá máttu ekki biðja óskalag ef þú ert í Myllubakkaskóla. Nei, joke. Ok, bara... Hvað segir Hvað? Þú verður eiginlega að svara núna. Við erum komið mannan á línuna. Hvað með hérna Snoop Dogg og Dr. Dre? Já. Wings. Með hverjum? Wings, viltu hafa Wings? Já. Ok, Ok, Getum við sett á það? við skellum á það eftir pínu. Við ætlum að tala við næsta. Ok. Bye. Bye. Já, halló. Þetta fyrir allt þær. Já, ok. Þú líka? Er þetta Elvar? Já. Þátturinn okkar er að vera búinn. Þannig við ætlum að skella á Wings. Og svo kveðjum við. Pállari er að setja það á. Það er vinur minn sko, Pállari. Og við kveðjum bara sinni. já, bara takk fyrir að hafa mig í þættinum, Pálmi minn. Ekkert að þakka. Við fengum Sigurberg og frumfluttum nýtt lag, eða rapplag sem er joke sem við gerðum hérna. Já, ég endur teka þetta er joke. Já, þetta er mjög mikið joke, en allavega Joke. Við spilum góða tónlist Já, mjög góða og nýja. og hún bað Wings með Macklemore og Ryan Lewis á nýju plötunni, ekki nýju plötu, en plötunni þeirra sem heitir The Heist. Hún er mjög góð, allir að checka á henni. En hérna er Wings, þakkaði fyrir mig. Já.